Þá sagði Kain við Abel bróður sinn: Göngum út á akurinn. Og þeir voru á akrinum réðst Kain á Abel bróður sinn og drap hann. Þá sagði Drottinn við Kain: Hvar Abel bróðir þinn? Kain svaraði: Það veit ég ekki. Á ég að gæta bróður míns? Fyrsta frásögn Biblíunnar af hræðilegu heimilisofbeldi frásagan af því þegar Kain myrti bróður sinn Abel. Guð sá reiðina magnast í brjósti Kains og hann talaði við hann. Guð benti Kain á að hann væri að gera mistök sem hann hefði tækifæri til að leiðrétta, en Kain var gagntekinn af afbrýðisemi og neitaði að sleppa hendinni af reiðinni. Hann ól á reiðinni í garð bróður síns. Kain valdi reiði frekar en skynsemi. Hann yfirbugaði og drap grunlausan og saklausan bróður sinn. Sköpunarverkið allt varð fyrir áhrifum af þessari einu aðgerð. Ofbeldi Kains varð Abel að bana, kallaði fram vandlætingu Guðs, sorg foreldranna og breytti lífi hans sjálfs í líf erfiðleika og vonbrigða. Jafnvel jörðin sjálf varð óviljandi að þátttakanda með því að þurfa að taka við blóði Abels. Heimilisofbeldi hefur aldrei verið einkamál milli geranda og þolanda. Það raskar lífi með víðtækum hætti og orsakar líkamlega, andlega, tilfinningalega og félagslega þjáningu fyrir alla. Hinir særðu eru ekki lengur aflögufærir til að gefa af sér til samfélagsins eins og áður. Heimilisofbeldi særir jafnframt tilfinningar þeirra sem ekki verða fyrir beinum árásum en lifa í ofbeldisfullu umhverfi. Heimilisofbeldi skaðar gerandann andlega sem kæfir rödd skynseminnar og Guðs að valda ekki öðrum skaða eða sársauka. Afleiðingarnar gera að engu framtíðar möguleika eins og í tilfelli Abels. Heimilisofbeldi á sér skjól bak við luktar dyr en dreifist þó víða. Hvernig getum við stöðvað þetta skaðlega athæfi? Uppfræðum. Vörpum ljósi á meinið. Kennum þeim sem lifa af að þeir eru fórnarlömb óafsakanlegrar hegðunar en ekki ástæða ofbeldisins. Abel gerði ekkert til að verðskulda verknað Kains. Óskynsamleg afbrýðisemi og reiði Kains í garð Abels var hans eigin hugarburður. Fræðum gerendur ofbeldis það val að líta á aðrar persónur með virðingu en ekki með viðfang ofbeldis. Í raun sagði Guð Kain að hann væri ábyrgur fyrir sinni hegðun og gæti breytt til betri vegar. Fræðum samfélagið þá staðreynd að heimilisofbeldi hefur áhrif á alla, ekki bara þann sem verður fyrir því. Áhrif heimilisofbeldis snerta alla því hver persóna býr yfir einstökum hæfileika og persónugerð sem ekki fær notið sín þegar viðkomandi umlukinn ótta og í felum. Fræðum samfélagið þá ábyrgð okkar að við verðum að horfast í augu við að heimilisofbeldi á sér stað allstaðar í samfélaginu óháð stétt og stöðu. Fræðum börnin og segjum þeim að þau eigi það aldrei skilið að vera misnotuð eða beitt ofbeldi. Kennum þeim að bera ábyrgð á því að valda sjálf ekki öðrum skaða með orðum eða í verknaði. Þrýstum á að löggjafavaldið viðurkenni að heimilisofbeldi skaðar alla og gerendur verða að mæta réttlætinu. Guð krafðist þess að Kain að hann tæki ábyrgð á gjörðum sínum. Þess vegna verðum við sem samfélag að draga hvert annað til ábyrgðar þegar við komum fórnarlömbum heimilisofbeldis til hjálpar. Biðjum. Kæri Drottinn, þitt orð segir: bjargaðu þeim sem leiddir eru til lífláts, þeim sem eru dæmdir til aftöku. Jesús, við biðjum þig að þú megir hjálpa okkur að bjarga við komandi kynslóðum frá eyðileggingarmætti heimilisofbeldis.
hjálpað okkur til að axla ábyrgð og reynast vel sem hafa þurft illt að þola. Í Jesú nafni.